Mitt rannsóknarsvið atvinnuþátttaka fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði. Nú nýsköpun hugtak sem mikið notað í dag þegar talað framtíð hagkerfisins á Íslandi og alls konar aðgerðir í gangi sem tengjast stefnu yfirvalda nýsköpun á Íslandi. Og mér fannst rétt að skoða hvernig fatlað fólk en líka aðrir aðilar hugsa nýsköpun og þátttöku fatlaðra einstaklinga í henni og hvaða möguleikar eru, hvaða tækifæri en líka kannski hvaða hindranir. Þannig að ég fékk aðstoð frá starfsmanni og saman skoðuðum við svolítið landslagið, tókum viðtöl við fullt af aðilum úr ýmsum áttum, töluðum við fatlað fólk, fatlaða frumkvöðla, ófatlaða frumkvöðla, samtök frumkvöðla, samtök fatlaðs fólks og svo líka fólk úr hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Og í stuttu máli þá var þessi rannsókn vísbending að það sé fullt af tækifærum á því sviði. Nýsköpun alls konar og hugvit alls konar og fatlað fólk auðvitað með sínar hugmyndir. Og það liggur svolítið fyrir að þarna sé tækifæri sem við erum bara alls ekki búin að nýta okkur. Á sama tíma þá kom líka í ljós og það kom þá kannski fyrst og fremst úr viðtölum við fatlaða einstaklinga sem hafa reynslu af því að taka þátt í nýsköpun, að það sé ákveðnar hindranir líka. Upp úr þessari rannsókn, og þessi rannsókn var auðvitað mjög hagnýt, hún hafði það markmið að veita okkur innsýn inn í stöðuna og hún var þá einhvers konar grunnur að því að þróa leiðir. En við vitum að fatlað fólk miklu ólíklegra til að fá starf og vera í sjálfbæru starfi og að taka þátt í atvinnu án aðgreiningar. Og þetta auðvitað miklu stærra mál heldur en það sem tengist bara nýsköpun og verkefnið hefur þá líka að markmiði að skapa þekkingu sem nýtist í þeim tilgangi að auka þátttöku fatlaðs fólks í atvinnu án aðgreiningar. Við stofnuðum félag til að taka á móti styrknum frá ráðuneytinu og að þessu félagi koma þá fulltrúar samtaka fatlaðs fólks, samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna og svo koma líka fatlaðir frumkvöðlar að þessu félagi og það hefur reynst okkur ótrúlega vel. Við erum með 2 einstaklinga með þroskahömlun sem hafa tekið að sér að búa til kynningarefni í formi hlaðvarpsþátta sem eru aðgengilegir á Facebook. Það gert undir merkjum mannréttindi fatlaðra. Þar fjallað við ýmsa aðila atvinnuþátttöku fatlaðs fólks í nýsköpun og þar rætt líka þetta verkefni sem við erum að þróa.